Karl Hlíðin, hvað þetta? Já, það búið að töluvert að gerast með varðandi flóttafólk. Við höldum aðeins áfram með það að ríkið búið að leigja Kumbarvog. Kumbarvog? Í Árborg. Það sem einu sinni var barnaheimili. Það var dvalarheimili, já. Notorious fréttir af illri meðferð á börnum. Já, ýmislegt fyrir þarna. Já. En sveitafélagi Árborg, bæjarstjórn Árborgar fekk ekkert að vita að þessu og það lítur út fyrir að það muni fjölga 10% íbúðum þarna. Þannig að það verða til flóttamannabúðir hér og þar í landinu. Þetta er svona dæmi um það hversu illa stjórnvöldur undir þetta búin. Að rífa sig upp gömul hæli við land. Dimma sögu og lítið samráð haft við bæjarstjórnir og annað. Það veitir ekki á gott. Það var líka verið fréttir að vantar börn, flóttabörn komast ekki í skóla. 39 börn í Hafnarfirði sem fá ekki skólapláss á meðan það er 1 í Reykjavík. Það er svolítið mikill munur þarna á. Það veit ekki alveg af hverju, hvað er að bak við það. Þetta er eitthvað sem kannski þarf að skoða. Neitar Hafnarfjörður að taka á sig það að setja börnin í skóla. Það er að nota börnin til þess að krista fé út úr ríkissjóði. Ég veit ekki. Nei, mitt. Svipað með heimilislausa sem er svona rata inn í Reykjavík og það endar á Reykjavík að taka ábyrgð. Ég veit ekki hvort Reykjavík sé eitthvað að standa sig eitthvað ábyrgandi vel. Ég veit ekki. Nei, mitt, en það er spurning hvort að bæjarfélögin séu svona svolítið að velta þessu þangað. En svo varðandi umræðuna inn á þingi í dag var Helga Vala og fleiri í stjórnarandstöðu mjög gagnrýnin á Jón Gunnarsson og dómsmálaráðuneytið fyrir að veita þeim ekki gögn veitingu ríkisborgararéttar. Já, saka Jón að láta Útlendingastofnun sitja á gögnum skipinni fyrir og brjóta þar með, það var verið að tala um landsdómana að senda Jón, hann var að brjóta lög og ætti að kalla hann til ábyrgðar. Já, Arndís Anna Kristjánsdóttir Gunnarsdóttir, þingmaður Pírata, hún segir að stofnuninu beri lögum samkvæmt að veita Alþingi þessar upplýsingar. En Jón Gunnarsson segir að þau verði bara að bíða í röð. Þau verði að bíða bara eftir að það komi að þeim í röðinni sem er víst brot á svona stjórnskipun og venjum og þess vegna talaði með á þessari dramatík í raun eða svona að segja að þetta sé mjög óvenjulegt og maður velti fyrir sér af hverju er þetta svona flókið fyrir Jón að koma með þessar upplýsingar. Svo byrjaði umræða útlendingalögin hans og þá vildi stjórnarandstaðan fá Guðmund Inga félagsmálaráður í salinn af því að hluti af efni frumvarpsins sneri að honum þó svo að í frumvarpinu verið gert ráð fyrir að þau mál heyrðu undir dómsmálaráðuneytið í framtíðinni. Þannig að það var mikið slegist í þinginu. Og mann finnst það skrítið sko að Jón hefur talað mikið um þetta fölsuð vegabréf og svona vill hann ekki að við sjáum raunveruleikann á bakvið allt þetta. Þetta er búið allt þetta ár sko og held ég meira að segja fyrra líka sem er að þingmenn vilja fá gögn frá Útlendingastofnun varðandi þá sem er að sækja eða skjóta til Alþingis það að fá ríkisborgararétt. Við erum bent á það að Íslendingar eru mun tregari að veita innflytjendur ríkisborgararétt heldur en hinnar Norðurlandaþjóðirnar, munar miklu. Ég veit ekki hvað það á hvað það snýst. Nei. Hvað er meira í fréttum? Það var sjávarútvegsdagur svona hjá Deloitte sem byrjaði í dag og Þorsteinn Már fékk þar að tala. Það var með svona keynote speech. Já, hann var ekki ánægður með strandveiði sko, hann vill alls ekki sjá það aukast. En ég held að það verið búið að slaufa honum, hann mætti ekki vera svona því að hann fékk ekki að vera með í fyrirmyndafyrirtæki. Samherji fer ekki að vera þar út af sko þau málum sem að það fyrirtæki er í, en hann var nógu góður til að vera þarna og Svandís Svavarsdóttir mætti þarna með ávarp og svo kom Þorsteinn með aðalerindið. Ekki auka strandveiði, please, segir hann, af því að það muni íta undir óstöðuleika á þorsksmarkaði eitthvað. Ekki ánægður með strandveiði, fannst veiðigjöldin vera of há, fannst kvóta það ekki allt of langt, vildi fá að stækka meira, sagði að þetta væri bara smá fyrirtæki á heimsmarkaði og Samherji þyrfti að stækka eiginlega miklu meira. Það var frekar, ég var viðtalið á Stöð 2 og var svo ólundarlegur í viðtalinu. Það var óanæður með eiginlega allt. Greið maður, já, hann finnst að borga of mikið í veiðigjöld. Hann fá ekki að gleypa fleiri fyrirtæki.
svo einhverju trillukallar einhvern veginn að taka þorski sem hann á. En hann nú þegar komin yfir kvótamarkið. Með fyrir löngu síðan. En það ekki gert, sko. Nei, og hann fær að kvarta bara á... Hann fær að tuða þess. Hann fær keynote speeches á svona sjávarútvegsdegi með Svandísi þarna í hliðina. Góð stemning. Skrítið. Nei. Ekkert svo skrítið, maður skilur alveg hvað þetta snýst. Mér finnst það tónnin í honum, það er annar sem að tala svona með sama tón, svona sem að byrjar á því að dæsa. Það er Kristján Lofsson í Hvalnum. Alltaf skemmtilegt að hlusta á vitum það. Hann er alltaf svona akkurat mátulega pirraður og leiður eitthvað. Annað fórnarlamp hérna sem við erum að stoppa. Íslenska þjóðin er búin að gefa þeim auðlindirnar, en samt eru þeir óanæðir. Vildu fá aðeins meira eitthvað. Það er alveg magnað. Já, algjörlega magnað. En svo í öðrum fréttum að þá er þetta að koma meira og meira í ljós hversu alvarlegt mál þetta er með íbúðalánasjóð og það er búið að vera svona svolítið rifrildi á milli Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og nokkra stjórnarmanna í hinum og þessum lífeyrissjóðunum sem hafa kröfur að sækja í íbúðalánasjóð. Eiga bréfin og sem að Bjarni ætlar að láta bera tapið. Og þau gefa ekki mikið fyrir áætlanir hans að redda þessum málum að því að hvernig sem áður litið að þá er skuldinni náttúrulega skellt á almenning en þeim finnst líka fáránlegt að ríki allir núna með því að gera þetta upp og borga þessar 47 milljarða að þeim finnst eins og þá sé bara verið að breyta algjörlega forsendum allt í hennu, forsendum samningana. Ég held að það hef ekki pyrrað Bjarna, sko. Bjarni sagði eitthvað í þáverun að það verið bara eðlilegt að þeir sem væru að verja hagsmuni í lífeyrissjóðuna myndu gera það. Það sem að fekka til þess að skrifa færslu á Facebook þegar vaknaði í morgun var að hann hefur líklega mistað kastlöss í gær þar sem að Már Wolfgang Mixa sagði það að ef ríkissjóður ætla að ganga frá þessum ábyrgðum að þá er það eiginlega greiðslufall ríkissjóðs og það muni hækka skuldabréfa álög á ríkissjóðu þar með vextina og það Bjarni var að gera stórkostlegan skaða fyrir ríkissjóð. Það fór í tökurnar á Bjarna þess að hann byrjaði að skrifa þarna þegar hann vaknaði í morgun. Sjálfstæðismenn það var betri aðstofmann til að senda honum kastljósið þarna beint í gær. Við vorum með frétta af þessu sem að Már var að segja strax í gærkvöldi. Það fara alltaf beint í sókn Sjálfstæðismenn. Það er mitt skautaði yfir ábyrgða hlut þeirra í að hafa komið þessu öllu í gang og hann talar eins og það sé brýnt að taka á þessu strax og svona og maður svona, já, þú veist, það er bara ekki átt að gera þetta til að byrja með. Þeir fóruð inn í þetta með augun opin og voru vöruð við og Seðlabankinn varaði við Bjarni greiddi atkvæði með lögunum á sín tíma, 2004. Hann samþykkti það. Það voru 4 þingmenn sem að gera það, sem er núna á þingi ennþá. Það er Birgir Ármannsson sem er forseti þingsins, Guðlaugur Þór og Bjarni Ben og Þorgerður Katrín. Þau samþykktu þetta með opin augun. Svo Pétur Blöndal, hann fór upp í púlt þegar var verið að leggja lögin fyrir og vildi benda á að þessi hætta væri þarna og vildi bara þegar fólki samþykkti þetta að gera það með opin augun. Hann sjálfur, Pétur, greiddi atkvæði með þessu, þannig hann gerir það með opin augun líka. Við erum með mynd hérna af ríkisstjórninni sem er ábyrgð, kannski sýnum hana. Hún kemur. Þarna er hún. Þessi merka ríkisstjórn. Afdrifaríka ríkisstjórn, má segja. Og ekki bara með íbúðalánasjóð, margt annað. En við tölum við Þór Saríu eftir og hann veltum þessu fyrir mál. Ok, hvað er það að vera? Það er komin ný ríkisstjórn að myndast á Englandi. Rishi Sunak er að velja sér ráðherra og hann virðist vera að velja sér svolítið fjölbreyttari ráðherra en Liz Truss. Hún valdi bara þá sem hefur bara fullkomna hotlustu við hana og öfga nýfrjálsíkina eins og væri þetta að kalla. Hann er svona að reyna að pikka út fólk úr hinum og þessum örmum flokksins og ætla að reyna að sauma þetta saman. Og hann er svona nýfrjálsíkju gæi sko, en hann er ekki það sturlaður eins og Truss virtist að vera að ætla ráðast í þessar stórar skattalækkanir án þess að geta ríkisstjórnin á Ítalíu endi ekki þess að alla. Ríkisstjórnin á Ítalíu það er ný ríkisstjórn líka. Við fáum svo lítið að heyra það frá því að til dæmis RÚV segir bara frétti frá Bretlandi, stundu frá Bandaríkjunum, einilega engum öðrum löndum. En þar var myndur ríkisstjórn, Meloni, og þetta er náttúrulega mjög merkileg ríkisstjórn, þess að samstaða Evrópu gagnvart Rússum hangi núna á Meloni sem er, við getum kallað það svona síðfascisti og Salvini sem er mikill aðdáandi Putin og reyndar er Meloni það líka og Berlusconi sem er bara enga vinur Putin og Putin sendi honum margar vodkaflöskur síðast þegar hann átti afmæli
og þá það spurningin sko, og það líka Evrópusambandið, því að þau öll hafa talað, nema kannski Berlusconi, en Salvini og Meloni hafa talað að sko minnka völd Brussel og auka vægi landana, tekið undir Orbán að því leyti. Salvini hefur tekið undir Orbán með því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu alla Evrópu viðskiptaþinganirnar. Þannig að almenningur í köldum húsum í vetur geti fellt viðskiptaþinganirnar. En þannig að þetta samstæða Evrópu hangir á þessu þríeyki og ég fór Macron talaði við Meloni strax leið og hún tók við bjöllunni, það eitthvað bjalla sem svona merkiðust þessu fastisvara og hún var eitthvað að reyna að róa hann og hún gerði það reynda ríka í þinginu með fyrstu ræðinu sinni, þá var hún að segja að hún styddi Evrópusambandið, samstæða Evrópu og svona að reyna að tala og búa til svona ró inn í Evrópu. En ég var að skoða svona hvaða fólk þetta í ríkisstjórninni og þetta alveg svakalegt gengi sko. Já, ef maður tekur bara konurnar þarna, þær eru allar bara algjörlega á móti þungunarofi, þær eru á móti staðgöngumæðurum, þær eru á móti staðfestum samvistum samkynniðra, þær eru á móti sko líknardrápi og þá þannig sko að það má ekki taka öndunarvélina úr sambandi þótt að fólk sé heiladött. Þær eru bara ótrúlega svona harðar, eru bara eins og tepósreifingun í Bandaríkjunum og svo, með hverju þær svo? Þær eru með vændi og geldingu kynferðisafbrotamanna, sá ég. En ég ætlaði að skemmta þær með því að fara yfir ráðarlistan og segja þér svona frá þessu fólki, af því að maður verður svolítið hissa þegar maður fer yfir þetta. Úr hvaða umhverfið þau koma, sko. Þau eru bara langstæstu hlutin, ekki bara þeir sem eru í bræðralagi í Ítalíu, eru úr ungliða hreyfingu nýfasistana eftir stríð og líka þeir sem eru fyrir Norðurbandalagið og Berlusconi. Þannig að þetta sko hægri sinnaðasta ríkisstjórn sem hefur verið í Vestur-Evrópu frá því að Mussolini féll sko og Hitler. Það er bara þannig. Rosalegt. En 2 góða fréttir í viðbót, svona, einu mjög góð. Og það sú frétt að landið að yngjast, Ísland að yngjast og að verða öflugra, hlutfall vinnandi fólks á við aldraða og svona að bætast. Við erum með línuritt. Á 9. og 10. áratugnum voru að vakna miklar áhyggjur af því að þjóðin verða eldri og við myndum ekki geta staðið undir þjónustunni við þá sem ná ekki að vinna. En vegna þess að við erum að fá inn mikið innflytjendum og svona, þá þetta búið að batna töluvert. Og við erum núna graf sem við byggum til á samstöðinni. Gylfi Magnússon var með erindi þetta í háskólanum og hann ætlar að koma inn í næstu viku og fjalla það öldrun þjóðarinnar og áhrif innflytjenda á það. Og þetta kallast svona líðfræði, hvernig aldurskipting þjóðarinnar er. Já. Og eins og staðan núna, þá erum við á frekar góðri leið, þá sérstaklega á miða við Evrópu og Japan og fleiri lönd, svona háþróður iðnvædd lönd sem eru að lenda í svolítið klípu með þetta og við erum að koma frekar vel út og það þökk sé innflytjendum. Þannig að þetta er mjög gott fyrir Ísland að fá inn erlend fólk og nýtt fólk, sérstaklega einmitt þegar við getum hjálpa flóttafólki sem í mjög erfiðum aðstæðum og þau geta hjálpa okkur líka bara einmitt. En svo það kom nú fram í þessari frétt sem svolítið merkilegt að fyrstu 9 mánuði ársins að það fjölgaði Íslendingum 9.000. Þar að voru sko fæddir umfram dána voru 550 en íslenski ríkisborgarar brottfluttir umfram aðflutta voru 490. Þannig út úr þessu kom bara 60 manns aukning en 9.000 eru innflytjendur að flytja til Íslands. Já, og það það sem að veldur því að sko línuritið fer svona upp. Og við erum svona ótrúlega healthy og það sem að þeir var að tala um flóttamannavanda, mér finnst þegar að tala um mannauðsvanda og við vorum eitthvað að reyna að slá á það svona hvað gildi þetta væri að ef það kostar 75 milljónir að ala upp barn sem að skólagangan einn 37,5 miljón á núvirði fæði og húsnæði er 20 milljónir og svo alls konar kostnaðar, heilbrigðisþjónustu og allt annað, við bara setjum cirka 75 milljónir að þá eru það þessir flóttamenn, þessi 3.000 flóttamenn sem óska eftir hæli á þessu ári eru svona innspýtingin í þjóðina sem að má meta á 185 milljarðar sem við ættum náttúrulega að fagna, skjótu brakettu að fagna. Í staðin fyrir að vera að eyða allir þessu umræðum einhverja 3 menn frá Albaníu sem að mögulega voru með falsaðan passa. Ég mitt horfa þess á hinna hliðina sem er mjög góð og bara,
góð þróun fyrir okkur og góður hlutur að gera að hjálpa þessu fólki. Þetta með eitthvað? Svo í Noregi þá fyrir nokkrum árum tóku upp ný lög 2019 og þau voru reyna að koma í veg fyrir að eigna fólk sem á nú þegar húsnæði væri að kaupa upp eigninar, allar nýjar eignir. Sem mikið vandamál í Íslandi? Mjög mikið vandamál á Íslandi einmitt og var það ekki 62% eða eitthvað af nýjum íbúðum á síðustu 10 árum eru búin að fara til eigna fólks. Já. En þannig að þeir sem eru að kaupa sér aðra íbúð það er alltaf færri og færri sem eiga bara eina íbúð, en þeir sem eru fleiri en eina íbúð það er alltaf fjölga íbúðinu sem eru í eigu slíks fólks og fyrirtækja. Já, og Norðmenn hafa settu á árið 2019 og settu á lög þannig að það verður erfiðara og dýrara fyrir fólk að kaupa aðra eign eða þriðju eða fjórðu, þannig að það bara hættir að borga sig og þetta farið að hafa mjög góð áhrif hjá þeim og manni finnst sorglegt bara að svona hlutir eru bara ekki til umræðu hérna hjá stjórnvöldum og svona í opinberum fjölmiðlum og talað svona aðgerir sem bara algjörlega óraunhæfar og bara ekki tekið grein á þeim. En þetta var fréttað yfirleitt í dag. Það var líka verið að setja leigubremsu í Skotlandi. Já, akkurat. Það er ekki verið gert hér. Það er ekki verið leigubremsu, þetta er leiguþak. Það er bara bannað, leigubremsu. Það er bannað að hækka húsaleigu næstu 6 mánuðina og það má framlengja það 12 mánuði viðbútt og það er talið að vera mjög líklegt að það verið gert. Við þurfum þannig á Íslandi og við þurfum líka eitthvað til að koma í veg fyrir að eigna fólk sé að kaupa upp allar nýjar íbúðir. Þetta var fréttað yfirleitið. Frábært, þá tökum við örstutt hlé og svo kemur Gylfi Zoëga og við ætlum að aðtöku hvort það sé ekki bara bjart framundan í efnahagsmálum. Húrra!